Í þessu myndbandi ætlum við að kynna okkur betur skipun sem heitir for og skipun sem býr til lykkju í forritið ykkar. Forlykkjan eða forskipunin, hún í rauninni brýtur upp hugsanagang tölvunar. Tölvan, eins og ég hef útskýrt áður, les skipanirnar hverja fætur annarri, byrjar á fyrstu og svo heldur hún áfram. En þegar hún kemur að skipuninni for, að þá verður til smá hringrás. Forskipunin, við setjum hann upp þannig að við ákveðum hversu mörg skipti hún á að fara í gegnum þetta, en við segjum ekki gerðu þetta 10 sinnum, heldur búum við til teljara. Við hækkum teljaranum 1 í hvert skipti sem við förum í gegn, eða lækkum hann um 1, það getur líka verið. Skoðum svo ástand teljarans á hverjum tíma. Ef að teljarinn er ekki búinn að ná því takmarki sem við ætlum honum að ná, að þá fer hún aftur annan hring, gerir allt aftur, hækkar teljaran aftur og fer í gegnum þetta alveg þangað til að svarið við þessari spurningu hérna, er teljari jafnt og x, verður já. Þegar svarið verður já, að þá heldur bara lykkjan áfram, heldur forritið áfram, skoðar fleiri skipanir í forritinu og endar svo á því náttúrulega að fara tilbaka og byrja forritið upp á nýtt. Forlykkjan, hún sett upp þannig að við byrjum að gefa skipunina for og svo búum við til sviga, opnum við sviga og inn í svigan koma þrenns konar upplýsingar. Það eru aðskildar með semikomu. Það fyrsta sem við gerum er það að við búum til teljaran. Hér bý ég til breytu með skipuninni int eða integrer i. Breytan heitir þá bara i og ég hef hana sem teljaran hjá mér. Það er það fyrsta sem ég geri og hérna í þessu tilviki þá byrja teljarinn í 1. Næsta sem gerist er það að ég segi við forlykjuna að i þurfi að vera minna en eða jafnt og 10. Það er að segja, i má aldrei verða stærri en 11. Ef að i verður stærri en 11 þá brýtur hún upp lykkinn og hættir að fara í hringrásina. Það síðasta sem ég geri svo er það að ég seti inn hækkun á teljaran þannig að teljarinn hækki 1 í hverjum hring. Þegar hún byrjar að þá er teljarinn 1, hún ákveður að fara í gegn, en hækkar teljarinn upp í 2 þannig að þegar hún kemur tilbaka aftur og þá skoðar hún hann, sér þá að teljarinn er ennþá undir 10, hann er bara 2, hækkar hann aftur upp í 3, gerir aðgerðirnar, kemur svo tilbaka, skoðar, já hann er 3 og svo framvegis, þangað til að allt í einu þá kemur hann tilbaka og segir nei, heyrðu því teljarinn er 11 og þá ger ég ekki aðgerðirnar sem eru fyrir neðan. Aðgerðirnar sem að gerast inn í forlykkjunni eru svo afmarkaðar með slaufusvigum bæði fyrir og eftir. Þannig að þetta er þá alveg bara sér kafli inn í forritinu. Forlykkjan, upplýsingarnar, það er þrenns konar upplýsingar sem eru settar inn og svo kemur þá slaufusvíu og þar koma aðgerðirnar sem á að framkvæma. Skulum skoða þetta á Arduino IDE. Já, hér hef ég sett upp forritið nokkurn veginn eins og það var á glerun okkar áðan. Hérna voru setup, það er bara serial begin, þannig ég geti séð serial monitorinn minn og í lúpunni eða meginlykkjunni að þá ger ég bara í rauninni eina skipun, má segja. Það er forskipunin. Svíin opnast, integrer i er jafnt og 1, eins og ég nefndi áðan, i er minna en eða jafnt og 10 og i++, svíin lokast og svo opnast þá hvað á að gera. Og hérna er ég með 2 skipanir, serial printline sem prentar út þá i fyrir mig, breytuna, stöðun á henni hverju tíma. Og svo set ég inn hérna delay eða svona smá senkun þannig að það verði svona smá bil á milli. Ég loka forlykkjunni, þannig að þá er ég komin út úr, þegar hún er komin upp í 10 þá fer hún út úr þessu hérna og þá kemur hérna skipunin delay og 10.000 og þetta er bara mjög löng bið sem ég bæti þarna inn í þannig að við séum ekki sjá tölurnar rúlla á skjánum aftur. Því eins og þið munið þá fer forritið tilbaka og skoðar strax byrjunina. Skulum hlaða þessu upp og sjá hvernig þetta kemur út á monitornum.
Hérna kemur það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og það einmitt það eins og við ætluðum að gera þetta. Í byrjun I1, þannig að þegar hún fer í gegn í fyrsta skipti og þá prentar hún I sem 1. Þegar hún búin að fara einu sinni í gegn og þá I orðin 2 og svo 3 og alveg upp í 10 og þá hættir hún og við sjáum nú komin aftur. Hérna næsta umferð hérna fyrir neðan. Hér svo dæmi niðurtalningu. Hérna þið sjáu þetta eins og var áðan. Hérna forlikjan, það stendur á henni. Það stendur for, þrenns konar upplýsingar sem fara inn, en nú eru aðrar tölur. Nú byrjum við í 10. Við passum að teljarinn, eða við segjum að teljarinn eigi ekki að verða stærri heldur en 0 og að lokum að við að lækka teljarinn 1 og þá skrifa ég bara I mínus mínus. Og svo að sama áðan, það er serial printline og I. Og nú ætti ég að fá á serial monitorinn okkar tölurnar frá 10 og niður í 1. Skulum kanna hvernig það kemur. Nú líður mér eins og í stundinu okkar þegar maður hérna er búinn að gera eitthvað svona á bakvið, en það er akkurat það sem ég er búinn að gera. Skulum hlaða forritinu upp. Já, ágætt að þessi vill að koma upp. Hérna glemdi ég að búa til breytuna. Ég glemdi að setja int þarna. Það er ágætt. Þá kannski lærið þið eitthvað af mistökunum mínu líka. Þá erum komin, skulum kalla fram serial monitorinn og einmitt eins og ég spáði, hún telur niður frá 10 og niður í 1 af því að I má ekki, eða I á að verða stærri en 0. Við getum líka hækkað eða lækkaðu mörg þrep í einu, þannig að segja að við getum hlaupið á fleiri tölum heldur en bara einum. Þetta er nokkurn veginn eins og var áðan. Hérna búum við til breytuna I, eða teljarinn okkar, setjum hann í 0. Við óskum eftir því að I verði ekki stærra heldur en 30. En hér verður smá breyting með síðasta hlutanum. Og teljarinn hækkar 3, en það er gert með því að segja I, eða breytan okkar, sé jafnt og I, sem er þá fyrri talan í rauninni, pluss 3. Þannig að í fyrsta skipti þegar hann kemur í gegn þá er I jafnt og 0 og hún segir þá 0 pluss 3, þannig að I verður 3 og þá erum við að breyta gildi teljarans okkar. Skulum skoða hvernig það kemur út í Arduino. Við erum búin að setja þetta upp. For int I er jafnt og 0. I er minna en eða jafnt og 30, I er jafnt og I pluss 3. Við hlöðum þessu upp á Arduino tölvun okkar og þá ætti hann að prenta út fyrst 0, 3, 6, 9 og svo framvegis. Og ótrúlega sett, hún gerir þetta alveg upp í 30 og allt er eins og það á að vera. Við þurfum að passa í forleikinum að búa ekki til endaleysu. Endaleysur fyllar hreinlega bara minnið á tölvunni hjá okkur og hérna og krassa henni í rauninni. Það er bara minnið fyllist og það er ekkert að gera neitt meira á henni. Hér er ég búinn að setja viljandi inn villu. Hérna byrjar teljarinn með gildið 1 sem er allt í lagi ennþá. Í hverju umferð er svo teljarinn hækkaður 1, þannig að í umferð 2 er hann orðinn 2 og svo 3 og 4 og 5 og 6 og 7. En svo segi ég hérna í þessum svona afmörkuninni, eða þessari afmörkun, að teljarinn, hún eigi að halda áfram svo lengi sem að I eða teljarinn sé stærri en 1. Og það er augljóst í þessari að þá er teljarinn alltaf stærri en 1, þannig að í þessu tilviki myndi bara tölvan halda áfram þangað til hún er búin að fylla minnið og er orðin óvirk. En það þarf alltaf að passa það að þetta gerist ekki. Skoðu líkjurnar ykkur og ef þið fáið villumeldingu á forlíki þá er það yfirleitt út af þessu. Ég vona að þetta reynist gott innlegg í það sem þið eru að læra í Arduino og ég ætla bara að segja gangið vel.